Pavel Bartošek, þú ert næstur. Já, takk kæru vinni. Mér langaði aðeins að koma inn í umræðan jafnréttis ákvæði, samt 7. málsgreinina. Nú, það kannski dálítið öðruvísi skilningur á svona orðum hér á meðal okkar, að mín allavega á margra þeirra sem lögðu fram tillögu. Ég skil það að ef að löggjafanum ber að tryggja, ef að einhver lögum fjalla hvernig skuli tryggja sem jafnast hlutfall karla og kvenna, þá lít ég svo á að þau lög sem ekki tryggja slíkt hlutfall, þau standist hugsanlega ekki stjórnarskrá. Sem jafnast skil ég ekki sem 40-60, heldur einfaldlega sem jafnast, einst jaft og hægt er. Það er minn skilningur á þeim hugtökum, það getur mjög vel verið og ég myndi, ef ég ætti að skýra út slíkt ákvæði, skýra það með þeim hætti að það eigi að túlka það sem jafnast. Og ef það er 8 tölu fjöldi þingmann á þingi, þá er sem jafnast, já það er hugsanlega leyfilegt að þessi einum fleiri að öðru kyni heldur en hinnu, en ég get ekki innan þeirra túlkunar fundið túlkun það að sem jafnast geti þýtt eitthvað annar hlutfall heldur en því sem næst 50%, það segja því sem næst sem jafnast. Það eru 2 lönd í dag í Evrópu með ákvæði sem eru svipuð þessu í stjórnarskrá. Það segja svipuð þessu þau taka á því hvernig skuli reyna á þessu markmiðum. Eitt þeirra er Frakkland sem kveður á skyldu stjórnmálaflokka til þess að stuðla jafnum framgangi í karla og kvenna. Og það er í kosningalögum útfært þannig að stjórnmálaflokkar missa styrki ef þeir bjóða ekki fram því sem næst jöfnum fjölda frambjóðendur hverju kyni. Í öðru lagi Serbía sem er með ákvæði það með ég setja inn ákveðna kvaðir á framboð og þar er það þannig að ef það er minna en þriðjungur frambjóðenda af öðru kyni á framboðslista þá er sá listi ekki tekinn gildur. Í hvorugu tilfellinu er hins vegar verið að hafa áhrif á niðurstöðu kosninga eftir að þær hafi fram. Það er samt ekki verið að handstýra kosningaúrslitum ef svo má orðið komast. Innan þeirra marka sem við höfum verið að vinna með, það er að segja þessa aðferðar sem gengur út á mjög mikið persónukjör. Þá voru á sínum tíma kynntar 3 hugsanlegar leiðir til þess að ná fram umræddum markmiðum. Svo fyrsta gekk út á það að hafa bundna lista, bjóða upp á þann möguleika eða það væri einhvers konar undirliggjandi hugmyndafræði. Ég hef ekki skilið þess í ráðinu að það væri meiri hluti fyrir því að stjórnmálaflokkar geti boðið fram bundna lista sem kjósendur geta engin áhrif á haft eða takmörku áhrif haft á uppröðun á. Ef að sá möguleiki væri fyrir hendi, þá væri væntanlega hægt að láta það duga að flokkar myndu ná fram þessu markmiðum með fléttulistum. En það hefur ekki verið vilji fyrir ráðinu að bjóða upp á þann möguleika vegna þess að menn óttast að bjóða upp á flokksræði. Auðvitað er það svo að því meira sem gefur flokkum færi á því að ráða hverju kemst á þing, því minna val hafa kjósendur það og því minna val hafa þá flokkar til þess að beita þeim sjónarmiðum sem þeir telja í ákvæðum til þess að ná fram. Þannig að sá möguleiki sem var sá möguleiki sem var skýrður í greinagerðinni með tillögu stórstundar ráðsluta hvað best sem gekk út frá ákveðna kvaðir eða hugmyndir kvaðir á framboðslista, hann rúmast ekki innan þess kerfis sem verið að setja upp. Annar möguleiki sem bent var á var sá möguleiki að það væri einfaldlega þannig að ekki væri tekið inn frambjóðendur af einu kyni þegar að frambjóðendur hins kyns hafa náð ákveðnu hlutfalli þingsæta. Og það er niðurstaða mín og það er niðurstaða allavega eins að þeim sérfræðingum sem nefndin hafa leitað til að svona ákvæði þar sem einn aðili tekin fram yfir andan á grundvelli kyns stæðust illa jafnréttisákvæði stjórnarskrár og samninga sem Ísland er aðili að. Það væri samt ekki hægt að fullyrða það að einstaklingur sem myndi lenda í þessari stöðu gæti ekki farið með sitt mál fyrir dóm og komist að því að ef að ég hefði verið á öðru kyni en ég þá væri ég á þingi og af því leiðir að það hefði verið að mismunda mér á grundvelli kyns. Þannig að af þeim sökum þá var töluverður
óttu við það að setja inn heimildir sem mundu hugsanlega geta ekki staðist stjórnarskrá alþjóðlegra samninga. Nú, þá var ein leið eftir af þeim leiðum sem kynnt var sem mögulegur leið til þess að taka á þessu málum innan þeirra hugmynda og það var svo leið að framboð hefðu þann möguleika að lýsa því yfir að þau myndu vilja að sínum sætum væri úthlutað jafnt til karla og kvenna. Og þá hugsaum við því að ef það kemur til slíkra kosninga þá væntanlega verður mikill þrýstingur á ákveðin framboð að gera það. Og ef að þetta vinsæl sjónarmið þá munu önnur framboð fylgja í kjölfarið og þá mun þetta markmið auðvitað nást. Samt innan þeirra leiða ekki hægt að fullyrða að vera sé að ganga mismun einhverja grundvöld kyns vegna þess hann auðvitað eða hún hefur vald það fyrir hvaða flokk hann eða hún bjóð sig fram. Og það líka að ræða tímabundir ráðstöfun því hún tímabundi fyrir hverja kosningar. Þannig þetta ástæðan fyrir að þessi leiði væri farin. Ef að menn vilja fara einhverjar allt aðrar leiðir en notabenni ég myndi telja hvort sem að það væri dálítið erfitt að innan marka þeirra greina sem lögða fram þá var erfitt að finna aðra leiðir heldur en þessar að heimila þetta með þessum hætti að framboðin hefði til þess val. Ef maður vilja fara aðra leið þá þetta dálítið erfitt að rúma þær innan þessar ákveða kosninga sem hafa verið settur upp. Þannig að ef það ekki vilji fyrir því að hafa til dæmis mjög virt persónukjör þá það bara einhver niðurstaða en það ekki alltaf hægt bæði að sleppa og halda. Ef við viljum að kjósendur hafa mjög mikið val það að ráða hverjir komast á verða kosnir á þing fyrir hönd viðkomandi framboðs þá mjög erfitt að hafa mjög strangar handstýringarreglur það hinum megin hverjum það með að vera. Það tvennt fennar illa saman og þess var þetta lendingin. Takk.